Heyrðu, góðan og blessaðan daginn og velkomin á þennan upplýsingafund hjá okkur. Fáið ykkur endilega kaffi eða te, þau sem ekki eru búin að fá sér slíkt, og við förum svo að byrja rétt strax. Heyrðu, bara velkomin aftur á fundin hjá okkur, upplýsingafundin COVID. Við erum með tvo framsögumenn og svo Jóhannes sem ætlar aðeins að spjalla við okkur líka. En það er Rögnvaldur Ólafsson frá Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og Íris Marísdóttir hjá landlækni. Þau ætla aðeins að fara yfir það sem þau eru búin að vera að gera, komið leiðbeiningar til okkar og annað þess háttar, og ekki síst að svara fyrirspurnum. Ég held að þið eru örugglega með einhverjar spurningar, og að því að fundinum er strengt, að þá verðið að bíða þar til að þið bara réttu upp hendi, ég kem með míkrafón og þið berið spurninguna upp, og þannig að allir heyri bæði spurningarnar og svörin. Og Elías heiti ég og er Gíslason, kem frá Ferðamálastofu. En Rögnvaldur, er ekki best að þú byrjir bara? Gjörðu svo vel. Góðan daginn, komið sæl. Við stöndum frammi fyrir verkefni sem er að mörgu leyti fordæmalaust fyrir okkur öll. Og gagnvart okkur þá byrjaði þetta miðjan janúar, að við tókum eftir því að það var eitthvað skrítið að gerast í Kína sem borgaði sig að fylgjast vel með, og við vinnum mjög vel saman við og sóttvarnalæknir, og byrjum við að taka reglulega fundi mjög fljótlega til að fylgjast með þessari þróun og svona hvað hvað áhrif þetta kynni að hafa á okkur og svo framvegis. Síðan og fljótlega fórum við á óvissustig. Ég er búinn að vinna svolítið mikið frá þetta byrjaði, þannig að ég er svolítið pínlítið steiktur í hausnum, ég man ekki hvenær við settum óvissustigið. Við ætlaðum að gera það fyrir eitthvað sem langt síðan. Mér líður núna eins og það gerst í fyrra, sko. En það er svolítið síðan, og það setja óvissustig þýðir það að við varum farin að fylgjast betur með og mónitora það sem var að gerast, og meira var það líka bara til að gefa skilaboð í samfélagi, við erum að gera eitthvað, við erum að fylgjast með. Síðan náttúrulega fór þetta að dreifast heiminn, og þá fórum við að náttúrulega fylgjast ennþá betur með. Og það sem við höfum kannski fram yfir allavega einhver lönd, að við allavega aktum til viðbragðsáætlun, sem er kannski meira en margir voru að byrja á núlli, og það komu mörg viðtöl dag eftir dag þar sem var að tala við forsvarsmenn Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar, þar sem voru að hvetja þjóðir til að fara að gera eitthvað. Og nánast í bara grátklökki, please gerið eitthvað, heimurinn verður að vakna og fara af stað. Við sjálfsagt tókum þetta ekki til okkar vegna þess að við vorum byrjuð. Og það sem við gerðum var að kíkja á áætlanir okkar, setja þær í gang og uppfæra þær eins og eigum að gera þegar eitthvað er í gangi. Og við erum búin að gefa út nýja áætlun, uppfærða áætlun, sem að núna getur fundið inn á almannavarnir.is undir útgefið efni. Og kannski aðalbreytingi var að því að gamla áætlun okkar snerist heimsfaraldur inflúensu, því að það var það sem kom þess að vinna stað á sínum tíma, en í dag er þetta viðbragðsáætlun vegna heimsfaraldurs. Þannig þetta er áætlun sem mun virka þá fyrir okkur í framtíðinni fyrir hvaða faraldur sem er, alveg sama hvaða nafn hann nefnist og úr hvaða átt hann kemur. Og við byrjum fljótlega að tala fyrir smitgátin. Ég var svo óheppinn, það var svo fyrsti sem til að segja þetta opinberlega, þannig að ég fekk að heyra það nokkuð lengi. Ég er maður sem bannað kossa, og
En sem betur fyrir, þá held ég allir búin að gleyma þessu núna. Nú ég kannski gera sjálfur mér óleik með að rifja þetta upp, en ég var skítræddur með þetta árshátíðaratriðið og ég fengi aldrei að gleyma þessu, en nú allir að tala þetta, þannig að ég þarf ekki að gera því. Það sem við ákvæmum strax í byrjun og eitt af því sem hjá Almannavörnum að við segjum alltaf satt. Það bara það sem við gerum. Ef við erum með upplýsingar sem okkur finnst erindi við almenning þá munum við segja frá því. Við erum ekki að liggja á neinu eða neitt svoleiðis. Stundum það erfitt, að það ekki allir tilbúin til að heyra sannleikann og svona stundum það vont, en við viljum bara halda trúverðugleika og fólk getur treyst í sem við segja, þannig að þess vegna það þannig. Þannig að við mjög fljótlega byrjum að dæla út stöðuskýrslum, þar sem fórum bara yfir stöðuna eins og hún var gagnvart okkur, hvað við vorum að gera og hvernig við lásum stöðun út í heimi. Og síðan fórum við að bjóða upp á líka upplýsingafundi sem við erum búin að vera með núna nánast daglega síðustu 2 vikurnar. 3, Íris nú að hjálpa mér. Já. Allavega, þannig að við reynum eins og við getum að koma upplýsingum framfæri. Landlæknir rekur alveg stórgóða heimasíðu, þar sem eru allar upplýsingar finna og Íris fer betur í það allt saman á eftir, reiknaði með. Og það sem við reynum að koma inn öllu sem við vitum. En við höfum líka reikjað okkur það að því að við vitum svo mikið og mikið leiðbeiningu til að stundum erfitt að kannski finna það sem á við, en það verður að skoða það líka og reynum að strömlínlaga það með aðstoð fagmanna. Við höfum líka með upplýsingateymi sem að hjálpa okkur, ráðuneyti og stofnanir ríkisins eru flest með upplýsingafulltrúa og eru búin að leiða alla þessa aðila saman til þess að hjálpa okkur í upplýsingamiðlun. Og það bara sem hluta þess að reyna að halda upplýsingum góðum til alla. Eins og við höfum alltaf tekið eftir, það voru svolítið hröð þróun á Ítalíu og eitthvað sem við vorum sjálfsög búin að átta okkur á fyrir töluvert löngu síðan af því að öll tilvik sem við erum með staðfest á Íslandi eru rakin, ekki náttúrulega öll en stór hluti eru rakin til Ítalíu til dæmis og inn á skíðasvæði sem eru þar. Og fannst mér skrítið að það væri engin annar að taka eftir og sérstaklega ekki þeir sem þaðan sem fólki var að koma og reyndum að benda á þetta. En nú sjáum við hvernig staðan þar. Þannig að seint í gærkvöldi var ákveðið að loka öllu landinu nánast í, eða setja mjög stífar reglur til þess að reyna að hefta útbreiðsluna. Af því að eins og við vitað og enn og aftur Íris kemur inn á eftir að þetta dreifist mjög hratt og mjög auðsmitanleg þessi veira, þannig að okkur finnst mikils að vinna að reyna að halda þessu í lágmarki eins og hægt heima. Það ekki hægt að stoppa þetta, við vitum það alveg, ekki nema að fara að loka landinu alveg og það bara býr til fullt af öðrum vandamálum sem eru stærri þá heldur en þessi veira. En við erum að gera þessi til þess að hægja á þessu. Og það alls ekki ólíklegt að við munum sjá svipað þróun í öðrum löndum eins og við séum á Ítalíu, sérstaklega lönd sem ekki að grípa til nógu sterkar ráðstafana. En við erum sjálfur sér, það sem ræður okkar ákvörðunum það sem virkar fyrir Ísland. Við erum ekki endilega apa eftir því sem aðrir að gera eða láta það endilega ráða okkar gerðum. Það okkar helstu sérfræðingar leggjast yfir stöðuna hverjum degi, framkvæma hættumat fyrir Ísland, stundum oft á dag og allar ráðstafanir og ákvarðanir sem teknar miðast við það. Þið náttúrulega heyrt tala þessa smitrakningu sem í gangi og það partur af þessu. Við reynum að rekja öll smit sem við finnum til þess að geta komið fólki í sóttkví sem hefur mögulega orðið útsett fyrir viðkomandi. Og þetta eitthvað sem aðrir eru til dæmis ekki gera og við erum eiginlega alveg sannfærð það að þetta hefur verið að skila góðum árangri. Því að þetta fólk sem núna veikt, það væri annars búið að vera að smita út í samfélaginu. Að sjálfsögðu náttúrulega getur vel verið að sé fólk úti sem að smita og veit ekki að þessi sé veikt. En þetta væri örugglega orðið verra ef við varum ekki að gera neitt. Við munum áfram vinna með þessum hætti, það að segja að framkvæma hættumat fyrir Ísland og taka ákvarðanir sem verður að taka og við höldum að muni koma gagni til þess að hefta útbreiðslu og koma í veg fyrir að þetta verði of brattur toppur fyrir okkur.
Þetta svona stutta útgáfan af því hvað við erum í dag. Þá spurning hvort að það séu einhverjar spurningar fyrir Rögnvald sambandi við almannavarnirnar. Kannski forvitnilegra fyrir þennan hóp, reyndar allt í sambandi við landlækni og það sem að þar er. Ég svo sem ekki að hlaupa út alveg strax, þannig að við höfum nokkra mínútur líka. Engar spurningar. Enda fylgjumst við vel með miðlum. Ég held að maður flettir ansi oft núna á vefmiðlunum. Maður fylgjast vel með. Heyrðu, en ef það er engar spurningar til Rögnvald það svo stöddu, þá bara þökkum honum fyrir. Takk fyrir Rögnvaldur. Já, nei, heyrðu, hér var ein spurning. Góðan dag, Sigmundur heiti ég. Á hvaða tímapunkti er það ákveðið að lönd séu sett á einhvern lista yfir þau sem að ekki sé æskilegt að ferðast til? Eins og til dæmis Danir gerðu við Íslandi í gær. Danir settu allan heiminn á gult. Fjölmiðlarnir náttúrulega bara pikkuðu Ísland, en ef þú skoðar kortið á Dönunum þá er allur heimurinn í sama flokki og Ísland, þannig að við erum ekki neitt sérstök hjá Dönunum. Sérstaklega. Það er bara hættumatið sem að ræði því. Hættumatið sem framkvæmt daglega. En það er sennilega ein spurning sem að brennur nú svolítið á þessum hóp, get ég trúað, og það er búið að vera svolítið umfjöllun það. Það er þetta yfirvofandi samkomubann. Geturðu eitthvað tjáði kannski það og ef af slíku kæmi væru við að horfa á allt landið eða gætu við verið að horfa á ákveðin svæði eða hvernig? Já, samkomubann er eitt af þessum tækjum sem við höfum sem að getur mögulega skila árangri í því að hjálpa okkur að halda þessu niðri. Eins og staðan í augnablikinu þá er ekki verið að spá í að beita þessu, en við erum að skipuleggja það þegar við erum alltaf að reyna að horfa fram í tímann, og það er rauninni allar útgáfur af þessu til skoðunar, hvort að já, það er engin ein leið sem er búið að ákveða. Það mun bara fara eftir hvernig aðstæður eru í samfélaginu, en það er eitt sem er búið að ákveða er að þetta verður gert með fyrirvara. Við munum ekki skella þessu á seint að kvöldi, skjóli myrkurs eða eitthvað svoleiðis. Það verður tilkynnt með fyrirvara að eftir 48 klukkutíma eða eftir 5 daga eitthvað svoleiðis muni viðkomandi ráðstafanir verið gerðar. Það er þessi eftir því sem hægt er, náttúrulega ef eitthvað óvænt kemur upp og þá náttúrulega þarf að bregðast til því, en það mun verða fyrirvari. Þannig að fólk hafi tíma til þess að gera ráðstafanir og undirbúa, þannig að það er alltaf eina sem er búið að ákveða ef það verður gripið til þessa ráðs. Fleiri spurningar úr sal? Já. Já, sæll, Ásbjörn heiti ég. Við langaði að forvitnast aðeins á þegar þú þekkir eitthvað til stöðunar í Bretlandi. Ég fengi núna fréttir að það er mjög tregt bókanir til Íslands til dæmis. Hvernig er ástandið þar? Ég þekki það ekki mjög vel, ég sé það á fréttaflutningi að það er eins og þeir séu svolítið að vakna núna, sýnist mér. En nú er ég bara að dæma með það sem ég séð í fréttum, mér sýnist að það sé núna fyrst sem að þetta er svona að ná að þeirra tengja við að þeir séu líka á kortinu eins og allir aðrir, Þannig að ég kem ekki óvart að það eru mjög hraðar breytingar það líka á næstu dögum og vikum. Fleiri spurningar? Heyrði, ef ekki þá þökkum við Rögnvaldi. Bara takk Rögnvaldur kærlega. Heyrði, þá er það Íris Marels hjá landlækni. Viltu fá heimasíðuna strax upp hjá ykkur? Já, komið þið sæl og takk fyrir að bjóða okkur hingað, okkur Rögnvaldi. Eru þið búin að kynna ykkur viðbragðsáætlunina?
Við erum semst að vinna samkvæmt viðbragðsáætluninni og ykkar fulltrúi í viðbragðsáætluninni er Ferðamálastofa og þar stendur að SAF og Ferðamálastofa á að virkja áætlunum á neyðastigi og þeir Ferðamálastofa miðla til ykkar upplýsingum og það er akkurat það sem við erum að gera núna. En ég vinn hjá sóttvarnalækni og sér það viðbúnað og viðbrögð og er þá tengiliður Íslands í rauninni við Sóttvarnastofnun Evrópusambandsins á sviði viðbragða og viðbúnaðar og það er mikil vinna í gangi þar. En af því að það var spurt um Bretland að þá eru þeir með 273 skráð tilfelli og 3 dauðsföll í dag. En við trúum því að þetta sé bara toppurinn og ísjakanum. Það er ekki allar þjóðir með jafn stóra kröfu og eru í rauninni bara má sletta aggressívar í að skrá tilfelli og rekja smitin og setja fólk í sóttkví, fylgjast með flugvélunum. Við erum þar Íslendingar og fólk er að spyrja býtu akkur eru þið þarna að því við ætlum að tækla þessa veiru og ætlum að gera það með ykkur. Við ætlum ekki að láta hana sópast hér allt og lenda í sömu stöð og Ítalía. Við erum bara að ráðast á hana, við erum bara komin í orustu og við ætlum að vinna stríðið. Líst ykkur ekki vel á það? Þannig að þess vegna erum við erum að elta smitin og við erum að skráðu og við erum komið með 65 skráð smit á Íslandi og enginn inn á spítala sem betur fer og enginn dauðsföll en við vitum ekki hvað gerist. Og ástæðan fyrir því að við erum hér núna í rauninni er að bara að við erum að safna liði, fá ykkur með í liðið til þess að slást við þetta. En pappírinn sem við notum er þessi hér. Það er þessi landsáætlun sem við Rögnvaldi vorum að uppfæra og það kostaði okkur blóð, svit og tár því á sama tíma vorum við að undirbúa. Og við vorum að bæta hérna inn fólki eða stofnunum alveg fram á síðustu stundu sem við hreinlega gleymdum. Og ég fekk skilaboðum þegar í gær að við gleymdum blóðbankanum. Þannig að Rögnvaldur við þurfum að laga það. Síðan er hérna önnur, alþjóða heilbrigðisreglugerðin sem kom út á íslensku 2007 og hún varðar ykkur sem ferðaþjónustuaðila. Þá ber okkur sem þjóð skylda til að þjónusta ferðamenn til jafns við Íslendinga og það er bara það sem við erum búin að skrifa undir. Þess vegna ef að hingað koma Ítalir eða eitthvað slíkt þá getum við ekkert sagt ef við landið í loka farið í burt. Við verðum bara að gjöra svona þjóna þeim. Sama með skipin. Fyrsta skipi kom í fyrradag, í gær bara, að þeir þurfa bara að skila. Núna erum við búin að búa til fyrir skipin sérstaka heilbrigðisyfirlýsingu sem Landhelgisgæslan sendi til þeirra. Er ykkur COVID-einkennum borð? Ef nei, þá megum þau koma. Annars sendum við lækni út í skipi til að skoða. Og við megum setja þau í sóttkví, bara hérna fyrir utan, en við verðum að þjónusta það. Þannig að við sjáum bara fyrir okkur að ef það fer að verða veikindi bara í skipunum, þá röðum við þeim bara upp hérna fyrir utan Höfða, bara ef þau koma til Reykjavík og svo höfum við Harald gamla brím, verður bara í glugganum að passa. Þetta er svona smá grín, en maður lifir sig ekki í gegnum þetta, eða andar sig í gegnum þessa veiru og þennan faraldur nema að hafa smá grín í gangi. Annars bara deyjum við held ég bara úr þreytu. En þetta er mikil törn, en þetta gengur vel af því að við erum með fullt af góðu fólki með í liði. En ef við bökkum aðeins hérna og förum inn á vefinn, því að nú er komið að hvað ég að gera í því og það eru þið, hvað ég þið að gera. Er einhver hérna sem hefur ekki farið, getur þú bakkað inn á bara landlækni.is, er það séns? Herra tæknimaður, eða gerum við það bara hér? Gerum það hér. Ok, fyrirgjöf, ég held að veri... Það er bara... Já, ég skal hérna, ok? Það er bara hérna. Já, við fara alveg tilbaka. Hérna. Og enn lengra tilbaka. Er einhver sem hefur ekki farið hingað inn? Hver er búin að fara oftar inn? Ok, hver er kunnið utan að? Hver geta tekið prófa eftir? Ok? Heyrðu, þá bara í samvinnu við Ferðamálastofu, þá ætlum við að sýna ykkur hvað við erum svona búin að vera að gera. Þetta er vefurinn og það fyrsta sem við byggjum ykkur að gera er að fá ykkur innan ykkar, ef þið eru með fyrirtæki, sem vaktar vefinn daglega, sem bara fer inn og tjekka hvað er að gerast. Ég ætla að láta mína hina vita. Það er landlækni.is, síðan ef þið viljið vita hvað er við sendum ykkur þetta á eftir, hann Elías sendur ykkur það. Það er að síða Evrópusambandsins í sóttvarnastofnunarinnar, ecdc.eu. Þeir koma með stöðuna í Evrópu klukkan 8 á hverju morgni og þá sjáu þið hvað er verið skráð inn í þeirra vef. Og hjá okkur sjáu þið hvað er skilgreint sem hættusvæði
og þið sjáu það líka, það er rosalega flottu vefur sem heitir UMDK sem er utanríkisþjónusta Danmörku, þeir setja þetta líka mjög flott upp hvernig þeir skilgreina þetta og við erum hér með skilgreind hættusvæði, þau eru hérna og við höfum ekki breytt neinu síðan í gær en þetta getur alltaf breyst þannig að þið verður svolítið að segja ef þið eru að selja ferðir til útlanda að svona er staðan ef að fólk á ykkar vegum er að fara til útlanda þá verður það að hafa þetta í huga það getur verið komið í sóttkví einhvers staðar annars staðar og kemst ekki heim þannig þið verður að segja satt eins og þetta, nú er það öll Austurríki eiginlega, öll skíðasvæðin í Austurríki, það er Ítalía það er Kína og það er Suður Kórea og það er Íran og síðan eru low risk svæði eða minni áhætta þarna fyrir neðan og svo bara grundvallarsmitgátt allstaðar. Þannig að þetta biðjum við ykkur að segja. Síðan ef þið eru að flytja inn fólk, þá er ekkert samkomubann hérna og það er enga takmarkanir. En allir sem koma hingað eru beðnir að maður sýna grundvallarsmitgátt og hringja í lækni, hringi 1700 ef þeir eru veikir. Og vera þá tilbúinir að fara í sóttkví. Og við erum búin að opna núna Hótel Lind á Rauðarárstíg fyrir þá sem eru veikir og eiga hvergi annars staðar athvarf á Íslandi. Þannig að þá geta þið komið og farið þar inn. Þannig að þá erum við að uppfylla þessa reglugerð sem við erum búin að skuldbinda okkur til. En við biðjum ykkur bara að virkilega að taka þessa vefsíðu í nefið, senda okkur ábendingar hvað má betur fara og miðla daglega til ykkar starfsmanna hvað er að gerast. Því að við setjum út stöðuskýrslu á hverjum degi og hún fer inn á vefinn bæði á ensku og íslensku. Og nú ætlum ég að fara hérna tilbaka og fara inn á þessar leiðbeiningar sem við voru það fyrsta sem við gerðum með Ferðamálastofu. Það var það sem er hér, atvinnulíf og ferðaþjónusta. Ég veit ekki, og nú ætlum við að opna leiðbeiningar til framlínu starfsmanna í atvinnulífinu. Ég veit ekki hvort þið sjá þetta, en við gerðum þetta 18. febrúar. Og núna er komin 10. mars. Þannig að við erum að laga þar núna. Nú ætlum við að setja þær aftur inn, vonandi í dag, vonandi eða á morgun, en við viljum helst að þið verður búin að senda okkur ábendingu fyrst. Og þið fáið send netfangi, það er Iris Emmart landlæknir. Getur við lagað þetta eða skýrt þetta og þá gerum við allt fyrir ykkur. Og það sem er mikilvægast af öllu og þess vegna settum við það þarna inn, það er handþvotturinn. Handþvotturinn er númer 1, 2 og 3. Og við settum hann inn á forsíðuna og við byggjum ykkur að prenta þetta út. Er ykkur sem er ekki búin að prenta þetta út og hengja þetta upp allstaðar? Við réttum upp að henni sem eru búin að prenta þetta út. Yes, I like it. Hérna er allir með á nótunum. Þetta byggjum ykkur að prenta út. Þarna sjáum við endurskoðað 18. febrúar. Þetta þarf að laga. Get ég stækkað þetta meira? Sjáum við þetta? Ok. Þetta sjáum við að við erum sem búin að breyta í COVID-19. Áður var þetta var önnur skammstöfun sem við notuðum og hér erum við að fara að bæta inn að gátlisti framlínu starfsmanna, þar kemur viðbót að vera tilbúin að sinna einstaklingi með COVID-19. Ef að þessi einstaklingu kemur inn til ykkar, hvað ætlið þið að gera? Eru þið búin að pæla í því? Ef þið eru með veikan einstaklinga heima eða inn á ykkar vinnustað, hvað ætlið að gera við hann? Ég get sagt hvað þið ekki að gera. Þið skulle ekki byrja á því að hringja í 1700. Þið skulle byrja á því að setja hann út í horn ef það er eitthvað veikur hérna inni, þá reynum við að koma hann hérna fram og bara afkvíum hann, bara burt með hann, þannig að hann sýki ekki fleiri, því þetta er bráðsmitandi. Síðan einhver einn hérna í salnum sem segir ég skal sinna honum, farið þið hinn í burtu. Sá sem sinnir honum, hann heldur 2 metra fjarlægð, hann lætur hann hafa síma og segir hringdu ef það er eitthvað og lætur hann fá snýtubréf og spritt. Og segir nú ætlum við að fara að halda fund en getur ekki bara farið heim og ef hann segir bara ég er nógu frískur og bíllinn er fyrir utan þá segir við bara farið heim og drifið þið þangað og svo höldum við áfram bara til þess að tryggja að smiti fari ekki lengra. En ástæðan fyrir ekki hringja strax í 1700 er að 1700 er búin að vera undir svo miklu álagi að þeirra var svolítið hrunið af því við höfum verið mjög duglega að vísa á 1700 betra er síðan að segja við viðkomandi hver er þín heilsugæsla? Og hann segir það og þá á að hringja beint í þá heilsugæslu. Þannig að 1700 er meira fyrir kvöldin og nóttina, aðra sem hafi ekki heilsugæslu og þá sem er ekki vissir að við erum að reyna að beina símtölunum inn á viðkomandi heilsugæslu. 1700 tekur yfirfallið. Ok, þannig að þarna bætum við að þið þurfum að vera tilbúin að sinna einstaklingi sem er með þennan sjúkdóm og þá þurfum þið að setja hanskana á grímuna eða setja best að setja grímuna á hann, þennan einstakling og vera svo svolítið örugg. Bara ég veit hvað ég á að gera, ég þarf ekki að hringja í vin,
ég kann þetta. Þú veist, það hefur líka reykja okkur á að fólk gríðarlega óöruggt, fólk hrætt og svo spyr það, en þarf ég að loka vinnustaðnum? Fara allir í sóttkví? Nei, það þarf ekki að loka vinnustaðnum, en það gæti þurfti eins og þetta gerist hér inni, ef við myndum biðja fólk bara að fara fram og svo því staðinu bara þrifin, bara venjulega. Kannski lokaði í dag og opnaði fyrramálið að menn vilja vera alveg öruggir. En þetta lifir, þessi veira lifir ekki lengi fyrir utan líkamann. Og ástæðan fyrir við erum að sjá í fréttum að Kínverjar að þvo göturnar og fleira, þar að því að þar eru leðurblökur sem þeir grunar að beri veiruna áfram. Hér eru engin dýr. Hér ekkert sem þessi veira lifir í nema við. Þannig að það kannski líka svolítið góða fréttir. Þannig að þetta það sem við erum að fá alveg gríðarlega mikið af spurningum hvernig á ég að þrífa. Það er bara handþvotturinn og ef að viðkomandi setur þetta borð þá fyrir dúkurinn bara í venjulega þvott, bara í þvott, glösin fara í uppþvottavélina og svo strokið af borðum og stólum. Og ef menn vilja öruggir við sem við notum þetta borð ekki fyrir í fyrramálið. Þannig að þá erum menn orðnir nokkuð öruggir. En þá erum við komin að því sem að við erum svolítið með áhyggjur af og það eru veitingastæðirnir. Það eru allir veitingastæðirnir, hvað á að gera? Það eru mjög góða leiðbeiningar hér inn í þessu skjali hérna allavega veikindi þjónustufyrirtæki, við erum búin að fara við það og þið lesið áfram. Eftirlitið, við erum ekki búin að fara við það, við tökum það bara aðeins á eftir. En hér sótthreinsun svæðis, þar sem veikur hefur dvalið og við erum að fara að breyta þessu bara í þrif og hreinsuna því sótthreinsun of stórt orð. Og allt sem að kemur eftir svona uppákomið þá maður fara í almennt sorp. Þið þurfum ekki að setja í sóttmengaðan úrgang. Það líka það sem við erum að fara að breyta. Nú erum við byrjum alveg í hæsta skala, nú það aðeins að tónast niður. Og hér eru síðan það sem þarf að þrífa ekstra vel og svo meðhöndlun búnaður. Þetta á beint við veitingahúsin, mötuneytin. Og þetta þurfum við að skoða og við biðjum ykkur sérstaklega að lesa þetta yfir og senda okkur línu ef það eitthvað sem þið skiljið ekki eða eitthvað sem óljóst. Og þið sjáu hérna, það bara þvo og setja í uppþvottavélina. Síðan ætlum við að reyna að setja eitthvað aukaefni fyrir þá sem að vilja lesa ennþá meira fyrir ykkur. Þetta það sem við gáfum út á spænsku og ensku og pólsku og við þurfum að uppfæra þetta á þessum tungumálum með ferðamálastofu og við munum gera það. Þannig að þá ætlum við að taka hérna smitrakninguna, hverjir eru í hættu og við vitum það ekki alveg. Hvað þetta? Eftirlit, veikindin, hérna. Það vantar smávegis, ég sé það núna, það vantar smávegis að við erum komið svo mörg skjöl. Að ef að þið hafi verið í návígi við þennan veika, þá getur þið lent í sóttkví. Og við erum þá búin að lendi því ef þetta lítið fyrirtæki og allir voru návígi við þennan veika, megðu þá ekki bara allir fara í sóttkví og vinna áfram saman. Og vera bara í vinnun á daginn, fara svo heim og sofa og fara svo bara í bílnum og fara ekki neitt annað, bara í vinnu og búið. En þá hættan svo að ykkur einn verði veikur og kannski tveir og þeir eru allir alltaf saman að það verður svona stigmögnun í veirunni. Að smiti þegar það síðan brýst út á þessum vinnustað þá verður það harðara og þeir sem lenda fyrir því verður meira veikir. Þannig að við akkurat núna erum ekki að mæla með þessu. En við fengum þessa spurningu og við erum búin að fá hana tvísvar hjá aðilum sem að sinna mjög sérhæfðri þjónustu. Þannig að við mælum ekki með því. Við mælum með því að fólk fari heim og í sóttkví. Þannig að það svona það sem eitt í viðbót. Nú, og þá það spurningi hversu erfitt verður þetta? Við erum að byrja og við erum í langhlaupi og þannig að við erum ekki hálfnuð. Þannig að ef þetta hérna, ég veit að það eru margir inni sem eru skokkarar eða að fara í vasa eða fleira, þannig að þið eru ekki komin eiginlega á fyrstu drykkjarstöð. Þannig að við erum rétt, svo fer þetta áfram, svo fer þetta degi út. Þannig að við reiknum með að við erum að fara að standa í þessu, við Rökkvaldur við séum að standa í þessu svona fram með páska og þá fara þetta að róast. Eitthvað svoleiðis, þannig getum ekki sagt að vegna þess að við erum svo aggressív í að beita sóttkví að vonandi tekst okkur að lægja þetta fyrr. Og við munum ekki beita samkomubanni af neinum toga nema að vera viss að það sé ykkur árangur af því og að það komi þá inn á réttum tíma
og að fólkið í landinu sé með í liði, að það sé tilbúið að fara í það á aðgerð með okkur, með fyrirvara. Það er svona það sem við erum að vinna í. En ég ætla ekki að hafa neitt mikið meira um þetta að segja en bara hvet ykkur til að kynna ykkur þennan vef og hann er hérna, þetta er allt sem þið eigið og margt í viðbót en bara ef það eru spurningar. Já, spurningar fyrir Írisi. Íris, það er einn kannski sem að mig langar til að byrja á. Já. Af því að þú varst að tala um að ef einhver skildi veikjast, starfsmaður og eða jafnvel gestur, að fylgja honum á afvikinn stað. Þurfa veitingastaðir, hótel, þurfa þau að vera með einhverja sérstaka galla eða erum við bara að tala um hanska og grímur? Hanska, spritt. Gott þú nefndir þetta. Tókuð eftir þegar þið komið hérna inn. Fannst ykkur ekki traustekinn þegar þið komið hérna inn, sprittir frammi. Fannst ykkur ekki? Það beðið ekki með spritt og hanskar líka. Og svo þegar við fórum í móttökuna þar voru starfsmenn með hanska. Þannig að það fyrsta sem þið þurfið að gera er að vera með spritt fyrir viðskiptavinina frammi og þið helst bara svona stand og þið verða að tryggja góða handþvotta aðstöðu fyrir staffið, allt starfsfólk og helst ef að viðskiptavinir dvelja hjá okkur einhver tíma þá verða að hafa góða handþvotta aðstöðu líka. Þetta er númer 1, 2 og 3. En við erum ekki að leggja það til að þið eigi galla. Við erum að leggja það til að þið eigi hanska og spritt og bréf. Það er það sem við leggjum til. Síðan ef ykkur veikist þá bara strax út í horn og ef hann getur farið heim þá bara heim. Ef hann getur ekki farið heim þá hafið þið alveg tíma til þess að svona hvað gerum við nú, hvernig var fótt til að hjálpa okkur og þá getið þið nálgast grímu eða eitthvað slíkt því að viðkomandi þá ekki að fara neitt. Þetta er ekki akút ástand. Nema sé í leiðin að fá hjartaáfall en þá brýtum við hvað sem er allar smittkátt. Svaraði þetta? Jæja. Spurningar til Írisi? Og svo er komin ein spurning á vefi líka. Já. Sæl, Hjörtur heit ég. Fyrst er langar með að spyrja hvar við eigum að benda ábendingum varðandi breytingar á leiðbeiningum. Það kemur tölvupóstur iris@landlæknir.is og Elías sendir ykkur það. Okay. Það sem við erum svolítið að leita núna er leiðbeiningar fyrir þernur sem að þrífa herbyggi. Hvort það sé eitthvað annað heldur en bara handþvottur fyrir og eftir eða hvort við erum að breyta einhverjum ákveðnum verklagi þegar kemur að því. Ekki endilega í sýktum heldur bara svona í almennum þrifum. Það sem er ekki vita hvort sé smitt eða ekki. Okay. Það sem við byggjum það eru þessi atrið og við getum sett þetta, við getum svo sem highlighta þetta. Sjáu þetta ekki? Að það eru sem sagt kranar og vaskur, veggjur og borðið vask, baðaðstaða og salernissetan og svo eru það hurðarhúnarnir, það sem mesta snertingin er. En við segjum líka að þetta er mikilvægast, gættu þinna handa. Þernurnar eiga að hafa hanska, það er að spritta hendurnar áður en að fara í hanskana og eftir þær fara úr hönskunum og þetta er smitleiðin. Þannig að við getum ekki vernda neitt annað. Það þarf svo lítið til, sko. Það er bara þetta með hendurnar og vera ekki í andlituna á sér með sínar eigin hendur. Þannig að Svara þetta fyrir spurning? Við munum örugglega reyna að ítreka þetta í þessum, af því að við ákváðum að geyma það að setja leiðbeiningarnar á vefinn, þá getur þessi fundur væri búinn, svo þið geti hjálpað okkur. Sæl, Svanfríður heiti ég. Mér langaði að spyrja, sko, ef að fólk veikist, er það þá orðið smitfrítt á 2 vikum? Hristir það af sér þessari veiki á 2 vikum og hætt að smita? Það er 80% af þeim sem veikjast fá mjög væg einkenni. Ég vil bara hita í 2 daga og ekki einu sinni það. En við mælumst til þess að það var þeir sem að fá COVID að þeir séu heima hitalausir í 10 daga og fara svo í vinnuna. Síðan eftir þessum það er 80% sem fá bara mjög væg einkenni og eru þá komnir aftur eftir 10 daga, halva mánuð, það fyrir eftir hvað þeir eru veiki lengi. En svo er það hinir sem fá pestina neðar í lungun og það er gamla fólkið og það getur verið mánuður þar. Þannig að já, að loknum þeim mánuði þá ertu bara orðin frískur og kemur aftur tvíaldur. En þetta er svolítið langur tími.
Ekki staðfest. Núna eru yfirgnæfandi líkur á því að svo sé ekki, en það er ekki alveg staðfest. Þá er sann spurt það hvort að fólk geti fengið aftur veiruna. Já, það er talið ólíklegt, en við vitum ekki nóg. Og annað sem við vitum ekki hve lengi veiran lifir utan okkar á borðinu eða stól, eða það fer eftir rakastiginu, það fer eftir hitastiginu og það fer eftir yfirborðinu sjálfu. Við vitum samt að hún lifir vel í kulda og raka, og það er ástæðan fyrir því að skíðasvæðin hafa verið svona potturinn. Þannig að ég stundum að spyrja mig og spá í Bláfjöllin og Hlíðarfjallið. Það er ekkert að Hlíðarfjalli. Nei. En það er þetta með að allir taki upp meira hreinlæti en þeir eru vanir og séu varkárari með hendurnar en áður. Bara allir taki upp meira hreinlæti, bæti aðeins í hreinlæti. Heyri, það er spurning hérna á netinu og hún er sennilega til þín, Rögnvaldur. Það er Bjarni Freyr sem spyr: hver er skilgreining annarra landa á stöðinu á Íslandi? Hafa önnur lönd mælt gegn ferðalögum til Íslands? Ég veit ekki hvort þú veist svarið við þessu. Ekki sem við vitum til. Það náttúrulega kom fram nú áðan með Danmörku, en Danmörku náttúrulega búin að setja allan heiminn. Náttúrulega, og okkar tilfelli þó við, einhverju hafa leikað sem er tölfræðinu, við vinnum allt ef við ætlum að setja per milljón eða per haus, og einhverju farin að sjá það að við sem hættulegasta land í heimi með hvað maður ekki greindir með vírus, en enn sem komið þá öll okkar tilfelli eru utanfrá. Þetta er ekki að vera að smita sérna heima, þannig að þetta er bara, ég veit ekki hvað það svarar spurningunni. Takk fyrir þetta. Síðan er önnur spurning hér, það er Opa Júanen. Það er spurt varðandi handþvott, á að nota bréf eða má enn nota handklæði, skipta 2 á dag, cirka 20 starfsmenn og 2 salerni. Það er að segja, væntanlega er hún og þarna á hún við með handklæði inn á almenningssalernum, eða er betra að vera með bréf þar? Við mælum í rauninni með rafmagninu. Við mælum með rafmagninu og síðan ef við nota handklæði þá er þið beðnir að spritta sig á eftir með bréfi. Þannig að handklæðið, ég held að menn eigi svolítið að leggja það til hliðar. Í það minnsta á það sem margir geta gengið um. Ég sagði við fyrirtæki í gær sem er mjög vistvænt og vildi nota handklæði. Ég sagði ef það eru fáir starfsmenn þá getur hver átt sitt handklæði. Þú veist, þannig væri það, en við vitum ekki hver veiran lifi lengi í handklæðinu. Einhverjar fleiri spurningar hér í sal fyrir Írisi? Einn á netinu. Það er Jón Þór Karlsson sem spyr: eru þið með einhverjar sérstakar leiðbeiningar varðandi þrif á ferðaþjónustu bílum? Er til dæmis best að sótthreinsa öll handfögg og þess háttar? Og þarna á að nú væntanlega við nú er ég ekki klár hvort hann er að tala bara um bíl til þess að flytja ferðamenn eða gistibílar eða eitthvað þess, kampera eða eitthvað þess háttar. Þetta hefur komið til umræðu og við erum ekki með sérstök þrif fyrir nein faratæki. Og þessi spurningu hefur líka komið sérstaklega upp varðandi flugið og þá komum við aftur að því sama. Þú berð ábyrgð á þínum höndum og við biðjum bara eins og með allt að menn þrífi betur en venjulega og noti heitt vatn og sápu, en það breytir því ekki að smitt getur auðveldlega borist. Þannig að þetta er aftur að sama, menn séu með að beina því þá til ferðamanna, þeir séu með spritt í vasanum og rútur, það má líka beina að rúturnar séu með brúsa. Og við erum líka svolítið að því að þeir sem eru í rútu með leiðsögn, að leiðsögumaðurinn hafi sér tilbúin að segja fólkinu hvernig staðan er á Íslandi og biðja fólk sína gesti að gæta að smittgátt borð í rútunni. Þannig að leiðsögumaðurinn spila lykilhlutverk þarna. Heyrðu, það er Róbert Sveinn Róbertsson sem spyr hérna, ég hugsa nú jafnvel að salurinn getur nú svarað þessu. Hann segir að það er erfitt að útvega spritt og önnur nauðsynleg hreinsiefni.
Eru einhverjar leiðbeiningar hvar væri hægt að nálgast þetta fyrir ferðaþjónustu fyrirtæki sem að taka á móti erlendum ferðamönnum? Þetta líka góð spurning því við erum búin að skoða með Lyfjastofnun hvar spritt framleitt á Íslandi og hvernig það kemur inn í landið og við erum bara núna og gerðum það reynda líka fyrir helgi að koma þeim tilmælum á framfæri að það efni sem að fer í spritt sem framleitt á Íslandi það sé ekki notað í annað. Að rúðuúði til dæmis að hann verði aðeins settur til hliðar og það sé tryggt að það sé nóg að spritti. Þannig að við ætlum allavega að leggja áherslu á það að það kláruðust, háls árs birgðir að spritti kláruðust í febrúar á 3 dögum. Þannig að við ætlum að þetta erum við búin að skoða og þetta eiginlega eina varan sem við höfum orðið vör við að sé pínu skortur á. Það var farið yfir að lyfjabirgðirnar í gær, það engin lyfjaskortur í landinu og það engin lyfjaskortur í Evrópu umfram það sem venjulegt Þannig að það ekki skortur nema á spritti. Og við reynum að laga það. Já, Friðrik heiti ég. Hverjir fá skimun og hverjir ekki? Nú heyrði ég að manneski sem var að koma erlendis frá og sýndu öll einkenni veirunar, það hita beinverki og kvef. En þeir vildi ekki, eða henni var sagt í símanum að því hún var ekki að koma frá skilgreindu hættusvæði áttum bara, þá var þetta ekkert COVID. Að því hún væri ekki að koma frá. Að því hún var ekki að koma frá skilgreindu hættusvæði en var samt að koma erlendis frá með einkenni, en þá var ekki viljað að fá henni skimun. Það að því að við eigum ekki mikið af pinnunum veirupinnunum sem skima fyrir og það hefur verið bara alveg skýr regla ef fólk ekki með ferðasögu frá skilgreindu hættusvæði þá á það ekki að fara í COVID nema eitthvað sérstakt ber undir eins og ef þetta einhver aðili sem vinnur á gjörgæslu eða eitthvað slíku en þetta breytist líka og þetta gæti hafa verið ef þetta hefur verið helgina og núna erum við farin að fá smit, annars stigs smit, fólk að smitast hér af frá fólki sem var að koma erlendis frá og þá gæti það komið inn í söguna. Já, það hefur kannski gleymst í þessu tilfelli að ég var í heimsókn hjá vini mínum sem kom í ljós og var að koma frá. Þetta erfitt og þá hægt að biðja aftur annað álit, sérstaklega ef að pestin yfirgefur mann ekki. En við munum örugglega týna ykkur svona. Fleiri spurningar? Halldór, eitthvað á netinu? Já, fólk mjög virkt á netinu, það ánægilegt. Betra. En það kannski ágætt að koma því bara á með þeirri rölt til Halldórs að það var SAF og ferðamálastofa sem að þýddu þennan bækling yfir á spænsku og pólsku. Og takk fyrir það, það var alveg ótrúlega flott að fá svoleiðis og fóru líka að gera veggspjöld og fleira. Já, þetta eiginlega framhaldað spurningunum sem var áðan í sambandi við þrif á bílum og það þá bara spurt hvort að sápan sé ekki jafn góð við þessu þrif eins og sótthreinsandi efni. Sápan virkar, það bara þannig. Sápan fín og heitt vatn. Það það sem að blífur. Síðan þegar líður á daginn þá geta menn tekið sprittið og sett á helstu snertifleti. Og það getur hver og einn gert það líka bara. Aftur passa sínar hendur. Þannig að þú ert í raun og vera að mæla með því að til dæmis inn á veitingastöðum að þar séu handföng, rofar og annað þess að það eru allt sem að gestir koma mikið í snertingu við að það sé sótthreinsað í það minnsta einu sinni á sólarhring. Það þarf að spritta það oftar og menn fari yfir sína verkferla og bæti því inn en það ekki mikið annað sem þarf, bara umfram góð þrif en það komu aðeins kvartanir í gær að það væri sóðaskapur á sumum veitingastöðum og það það sem að núna allir eru sérstaklega viðkvæmi fyrir. Það verður alltaf að vera spikkand spa og það verður að vera sprittstandur frammi. Annars held ég að fólk fari bara að segja, heyru, ég fer ekki hér. Þannig að það allir ekstra hrættir. Við verðum bara að spila aðeins með en samt að halda sönsun. Ekki láta veiruna yfirtaka þetta. Við ætlum að halda áfram að bara lifa skemmtilegu lífi hérna. Það líka mjög mikilvægt. Fleiri spurningar? Já. Hugrún heiti ég. Það var umræði í morgun samt ávexti, bæði í verslunum og sem að liggja frammi á vinnustöðum og hótelum. Hvort það þurfa að fara að þvo ávexti, jafnvel með sápuvatni, var fyrirspurnin í útvarpinu. Hvernig stendur þetta mál?
Nei, það mælt með því að ávexti sem þú kaupir, að þú skólir þá og ef þú hefur ekki gert það þá það alltaf ágæt ráðstöfun. Maður á alltaf að skóla ávexti. En eins og banana og fleira, það allt til að skóla það og rífa svo af þeim, en það nóg að skóla og það sem og þá gildir það sama á vinnustöðum að skóla. Síðan höfum við sagt við stóru mötuneytin og það sem menn eru hræddir við að starfsfólki sitt, að það sem hættan eins og í þessum mötuneytum, það þegar þú ert að nota sömu skeiðar í salatið, það ekki maturinn sem slíkur, það eru áhöldin. Að þú næstu tekur skeiðina, þannig að ef að menn geta þá frekar að stoppa svona sjálfsafgreiðslu og afgreiða einfalda og afgreiða yfir borðið ef þetta stór mötuneyti. Hafa það bara einfaldar í matseðil. Og menn spilir svolítið með þar. Þannig að þetta á væntanlega líka þá töluvert við í samvætti við morgunverða á gististöðum og annað þess það. Já. Að einfalda þá kannski aðeins til þess að minnka og skoða bara hvaða snertifletir eru hér. En maturinn sem slíkur ekki að bera, það ekki dæmi það. Já, hér önnur fyrirspurn, það Anna Birna Þorsteinsdóttir. Hún spyr, geta orðið smit á milli gesta og gæludýra eins og hunda eða katta? Það ekki dæmi það, en það MAST, búin að gefa út spurningar og svör og þetta líka inn á okkar vef undir spurningar og svör. Þannig að og þeir fengu nýja spurningu í gær og það var ef að bóndin veikur, þá mjólkin á búinu hættuleg, þannig að við ákvæðum bara, við teljum svo ekki vera, MAST bara svara því. Þannig að þetta allt inn á mast.is og líka inn á vefnum okkar. Fleiri spurningar? Heyrðu, ef ekki, jú, kemur einn. Þið eru óvenju róleg á við þennan hóp. Það bara að segja, bara hópurinn yfirvegaður, kenni þetta. Já, þetta nú eiginlega meira að tjá áhyggjum mínar hvort við séum að fara offari. Það var flensa hér í vetur sem gekk í 3 mánuði eitthvað svoleiðis. Einhverju dóu örugglega þá líka. Nú segir að flesti verða lítið eða ekkert veikir. Ég var mjög veik í vetur sko, en ég lifði það af. Hefðum við kannski átt að einangra þá sem eru veikir fyrir og halda lífinu gangandi og taka út flensuna við sem þoluna? Já, við erum búin að gefa út leiðbeiningar til þeirra sem eru með undirliggjandi sjúkdóma og eru skilgreindir í þessum viðkvæma hópi og þeir eru beðnir að fara mjög varlega og íhuga vandlega hvort þeir ætla á mannamót. Þannig að það komið. Nú á heimsvísu að þá dánatíðnin í COVID-19 3% sem miklu mun hærra heldur en í árlegri flensu, en hún leggst þyngst á elsta aldursflokkin og þá sem eru með undirliggjandi sjúkdóma. Þannig að við höfum tekið það ákvörðun að hjúkrunarheimilin og heilbrigðisstofnanir eru okkar sérstaka bara viðfangsefni og þessin búið að banna heimsóknir víða inn á hjúkrunarheimilin. Við erum líka búin að biðja allar fjölskyldur og alla einstaklinga að passa sitt gamla fólk. Sérstaklega veit að gamla fólk til dæmis ekki tölvuvant, að fara bara og lesa fyrir það hvað inn á vefnum og hjálpa því síðan að vera heima. Þú veist, farðu og með efni og bækur og fleira. Þannig að við berum bara öll svolítið sameiginlega ábyrgð þarna. En við, hvort við erum að fara offari, það má kannski spyrja sig eftir svona 1-2 vikur, en við viljum allavega frekar fara yfir strikið heldur en að vera fyrir neðan strikið, því að ef þið lesið sem á kannski ekki alveg við en á kannski líka við spænsku veikina 1918, þá var fátt meira tala þá heldur en hver seint landlæknir fór af stað. Það eitthvað pest út í Danmörku eða hún væg, sagðan, svo að fólki bara farið að deyja og 250 manns dóu í Reykjavík og 500 manns á landinu öll og það var brjálu blóðtaka og það sem var mestu hamfarirnir á þeirri öld, það var spænska veikin. Spænska veikin var eiginlega það sem var erfiðast á síðustu öld og erfiðast í allri sögu Íslendinga á eftir skaftáröldum. Þannig að með það við erum búin að lúslesa það og ég hvet ykkur til að lesa spænsku veikina, hún alveg
Þetta er rosaleg saga. Manstu hlutfallið þar, dánarhlutfallið, ekki svo að það skipti neitt Já, tölum á. dánarhlutfallið í spænsku veiki var 3%. 3%? Já, en það sem var í spænsku veikinni sem ekki núna, þá var það unga fólkið. Sem það var ekki börnin, það var aldrei 20-40 ára sem var að deyja og það voru rosalega mörg heimilislaus börn eða foreldralaus börn eftir þá pest. Þannig að börn áttu ömmu og af á lífi, mamman og pappin voru farin og eldri systkini gjarnan líka. Þannig að kikið á spænsku veikina. Þannig að þó okkur finnist 3% lág tala þá er það samt. Það er ansi hátt. Öll þekkjum við þessa sögu. Við ætlum ekki, með sóttkví þá ætlum við ekki að vera þar og með því að vera bara skynsum þá ætlum við ekki að vera þar og við ætlum að trúa því að við tæklum þetta bara vel og vandlega og við ætlum að passa sérstaklega hjúkrunarheimilin því að þar við viljum ekki fá þangað. Þannig að við erum alveg hóflega bjartsýn en við ætlum líka að búa okkur, þess vegna erum við svona aggressífa, við ætlum bara að stoppa þetta. Nei, ég veit ég. Mér langaði að það með, nú er maðurinn minn nýkomin í þann hóp sem er skilgreindur sem áhættu þú veist, hann er því áhættu ef hann fengi þetta og við vitum ekki alveg hversu langt við eigum að taka það, þú veist, að því að nú vinn ég á hóteli, börnin okkar í leikskóla og grunnskóla, að þau vorum að lesa þessar leiðbeiningar þá jafnvel talað sko að þú veist, hann má ekkert knúsa eða okkur eða neitt og jafnvel spurningum að bara einangra hann frá okkur, við vitum ekki alveg hversu langt við eigum að taka þetta. Nei, það er akkurat þetta, hversu langt við eigum að taka þetta því þið allavega að lesa leiðbeiningarna vel, því að passa að hann haldi sig frá öllum hóstandi og ef að þið hafi verið nálægt hóstandi þá segið það við að nú ætlum við aðeins að breikka þetta en halda svo bara áfram að lifa. Þú veist, því að þetta er svona staðreind sem er komin og við ætlum að, það er þessi grundvallar smitgátt. Við erum búin að fá spurningar ef að ferma, ef að sleppa brúðkaupinu og fleira en við segjum alltaf það sama að meðan það er ekki samkomubann að þá er ekki víst að við álítum að það, þú veist, bara halda áfram en eins og stórir viðburður og fleira að menn bara skoða það með sjálfum sér en við getum ekki hætt að hafa gaman saman, við ætlum bara að hafa gaman saman með smittgátinni, það er ennþá þar. Góðan daginn, Sonja heiti ég. Finnst ykkur sniðugt að takmarka aðgang á vinnusvæðum eða sem sagt bjóða upp á að vinna heima frá og minnka þannig að fólki sameinast? Já, okkur finnst það. Þannig að allir sem gætu unni heima eru hvattir til þess? Við hvetjum, það var gott þú nefndir þetta, við hvetjum til fjarfunda, við hvetjum til þess síminn sem er að notaður, við hvetjum til þess að ef þú átt ekki leið inn á einhverja skrifstofu þá sleppur að fara þangað. Ef þú getur lokað ykkur einingum, ef fólk getur skipst á að fara í mat, sérstaklega eftir mikilvæga framleiðslueiningar, að einn hópur fari í mat 12 til hálf 1 og hinn fari í mat hálf 1 til 1. Við hvetjum til allra svona aðgerða sem eru léttar fyrir fyrirtækið. Vinna heima, það er frábært, ef það er ekki persónugreinanleg gögn sem fara á milli. Ein spurning er, nú er búið að biðja að við heimsækjum ekki gamla fólkið og allt það er landlæknir búin að gefa út einhverjar leiðbeiningar til þess að gamla fólki okkar deyju ekki leiðindum? Já, við erum sem sagt akkurat það, við erum sem sagt búin að biðja allum að sinna gamla fólkinu og það er búið að biðja RÚV að fara í að spila gamla efnið aftur og vera með leikfimi og fleira og að gamla fólki fara út í göngutúr bara en það haldi sig frá þessum félagsmiðstöðum og þetta heimsækju við okkar nánustu en bara ekki að vera með kvef. Kaupum spritt, kaupum fyrir þau stærra sjónvarp, færum þeim bækur og krossgátur og fleira. Þannig að bara höldum áfram, við gerum eins gott úr þessu og við getum. Og ekki vera hrædd, ekki fara í panik. Og ég var til dæmis spurð við rekum lítið skíðaskálfi í Bláfellum hvort við ætlum að loka honum. Og við erum búin að ákveða að við ætlum ekki að loka honum, en við ætlum ekki að vera að bjóða upp á matvæli þar. Við ætlum að reyna að minnka svona inn og út, við reyna aðeins að skera þetta niður. En hins vegar ef að KSÍ fyrir samkomubann þá lokum við skálanum. Það er allir að setja sér ykkur að svona. Og við erum alveg búin, við verðum öll bara að vera búin undir að þetta versni og ef þetta batnar þá verðum við bara rosalega glöð. Þá verðum við að ná miklum árangri. Heyrðu, við erum að ná miklum, Þorleifur með síðustu spurninguna. Já.
Hvernig lítið þið á ferðalög til landa utan þessara skilgreindu hættusvæða? Ástæða til þess að takmarka þau að einhverju leyti vegna sem nú ekki talið að þetta berist, sóttvarnarnir talað að þetta smitaðist ekki í flugvélum eða óverulega og ferðalög til landa sem eru utan þessara skilgreindu hættusvæða og þá ég bæði að tala þessi mikillar og lítillar áhættusvæða en svona almennt hvernig staðan með slíkt? Við segjum alla það engar slíkar ferðatakmarkanir í gangi af okkar hálfu en við byggjum þá sem að ferðast að bara sýna meiri smitgát en þau myndu gera í venjulegu ferðalagi og að þeir fylgist vel með fréttum þannig að þeir verði ekki að ef að pestin fer að breiðast út þar sem þeir eru staddir að þeir forði sér þá heim. Séu bara aðeins búnir undir það verði kannski einhverja truflanir en alls ekki að við mælum ekki með því að fólk hætti við að ferðast til staða sem eru utan skilgreindra áhættusvæða, alls ekki. Ég held að það sama þar að við höfum erum ekki að biðja fólk að stoppa það, heldur erum við bara að biðja fólk að fylgjast vel með. Síðan búið að biðja heilbrigðismennta starfsfólk að við þurfum á því að halda að það hætti að ferðast. Það verði aðeins heima bara til að sinna okkur hinum. Það var samt spurning hvort skemmtiferðaskipin væru hættulegar en annað. Já. Nei, ég var bara að segja þetta fyrir neti þannig að þau vissu hvað spurningin var. Já, en skemmtiferðaskipin eru kannski meira pestarbæli af því það aldurinn herri. Kannski fyrst og fremst þess vegna, en annars held ég að þau séu bara góður kostur. Heyrðu, þá þökkum við Írisi og Rögnvaldi kærlega fyrir, en Jóhannes, þú ætlar að... Ég var með eina spurningu. Þú ætlar með eina spurningu, gjörðu svo vel. Var þetta gagnlegt? Jóhannes, gjörðu svo vel. Komið þið sæl. Kæra þakkir Rögnvaldur og Íris fyrir að vera með okkur og Elías og Ferðamálastofa fyrir að halda þennan fund með okkur. Það gott að sjá okkur all. Ég tek undir með Írisi að við verðum aðeins að reyna að passa upp á að tapa ekki gleðinni. Þá verður þetta allt bara rosalega leiðinlegt. Það þýðir hins vegar ekki að það sé ekki flóknar aðstæður sem við erum að glíma við og það náttúrulega gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að fá svona reglulega upplýsingamiðlun og bara þakka almannavörnum og sóttvarnalækni fyrir það. Við höfum verið, mér langaði bara svona stuttlega að segja ykkur aðeins frá því sem að í svona aðstæðum ekki alltaf auðvelt að koma framfæri í fjölmiðlum eða í félagsmiðlum með beinum hætti og það bara hvað samtökin hafa verið að vinna við undanfarnar 2 vikur. Við höfum verið í mjög góðu sambandi við Ferðamálastofu sem að svona fulltrúi ferðaþjónustunnar í þessum viðbragðshóp og það hefur verið mjög gott samstarf. Við höfum átt fínt samstarf líka við sóttvarnalækni og þau til dæmis þessar leiðbeiningar og þetta hefur gengið vel. Við höfum líka síðan verið í náttúrulega samskiptum ýmsum bæði formlegum og óformlegum við stjórnvöld, bæði varðandi aðgerðir sem að þurfa sem við teljum að sé skynsamlegt að grípa til bara í efnahagslegu tilliti gagnvart fyrirtækjunum. Það eru ýmsar hugmyndir í gangi með það og mér skilst að ríkisstjórnin sé nú að koma núna með blaðamannafund 11:30 til þess að kynna eitthvað slíkt. Ég get miður ekki sagt eitthvað hvað það ég veit það ekki, en við höfum rætt við þau ýmislegt og það allt frá, eins og komið fram hjá ferðamálaráðherra, allt frá markaðsaðgerðum sem að hægt verði að beita þegar að ferðaviljinn fer að glæðast á ný, hvenær sem það verður, og yfir í aðgerðir sem að geta nýst fyrirtækjum beint eins og til dæmis bara hugmyndir frestun á einhvers konar gjaldagreiðslum og fleiru slíku því að við svona heyrt þessu fleygt og ýmislegt svona upp á borðum í löndunum í kringum okkur og við höfum verið að nálgast þetta þannig að náttúrulega þar sem að ferðaþjónustan orðin svona stór hluti af efnahagslífinu þá þetta bara spurning efnahagslegt og samfélagslegt tjón sem að ríkið þarf að horfa til að reyna að minnka eins og mögulegt og þar ferðaþjónustan í þeirri stöðu að vera fyrsti viðkomustaður vandans og þaðan breiðast síðan áhrifin mjög hratt út ef ekkert að gert þannig að það ljóst í okkur huga að það þarf að grípa til ýmiss konar aðgerða
og nú ríður á að stjórnmálamennirnir horfi svolítið út fyrir boxið og nýti þá góðu grunnstöðu sem að hefur náðst að byggja upp sem betur fer á undanförnum árum, lága skuldastöðu, góð vaxtakjör og stóran gjaldeyrisvaraforða til þess að bregðast við þessari stöðu eins vel og mögulegt er. Og ég hef fulla trú á því að það sé góð vinna í gangi í því og okkar samtöl við ríkið hafa gefið þetta til kynna að þar taki menn málið mjög alvarlega og sé að horfa á þetta á svipaðan hátt og við. Við munum halda þessu einfallega áfram. Við höfum verið að vinna í svona ýmsum hópum við það að reyna að átta okkur á því svona hver staðan er, hver staða fyrirtækjana er og við erum þakklátt fyrir allar upplýsingar og símtöl og tölvupósta og allt sem við fengið frá ykkur og því hefur öllu verið vel tekið þegar við erum að hafa samband við félagsmennum að svona fá aðeins upplýsingar á stöðuna. Við munum vantilega halda því áfram núna síður í vikunni og ég vil bara þakka ykkur fyrir það. Það er á köflum flókið að gera sér grein fyrir því svona hvernig þetta mun lenda á fyrirtækjunum, en ég held við getum þó hort til þess að svona þetta frost sem komið í nýbókanir er það sem er kannski flóknast fyrir okkur að fást við í dag og verður kannski það sem við þurfum að horfa svolítið til hversu lengi mun standa og svona dýpt vandans veltur kannski svolítið á því hversu lengi ferðaviljin verður í lágmarki og það er eitthvað sem við ráðum bara einfaldlega ekki yfir og verðum að vinna með stöðuna bara eins skynsamlega og vel og við getum vera tilbúin þegar að færin gefast og það er það sem við erum að vinna að undirbúningi með stjórnvöldum og þannig að það sé sagt eins og komum við fram í ferðamálaráðherra. Þetta er kannski svona staðan og ég held að ég ætla ekki að hafa neitt lengri tölu en ef að einhverju vilja spyrja eitthvað sem við höfum verið að gera eða eitthvað hvort sem það er í þessu sambandi varðandi samtal við stjórnvöld eða annað sem komið fram, þá er ég bara tilbúin að svara hverju sem er. Einhverja spurningar fyrir Jóhannes? Já, Sæll Jóhannes, takk fyrir þennan góða upplýsingafund. Ég heiti Ásbjörn, eins og einhver hérna inni kannski þekkja. Ég er að vinna þess fyrir Discover the World í Breitlandi og fekk símtal frá Clive Stacey í morgun þar sem hann var að lýsa miklum áhyggjum af því hvernig staðan er orðin í Breitlandis. Eins og kom fram hér fyrr, þá er Breitland kannski rétt að vakna núna við vondan draum og hann finnur bara hreinlega fyrir því að það er bara ekkert að gerast í bókunum, í nánasta umhverfinu núna þessar dagar og vikurnar. Hins vegar eru bókanir fyrir hausti og veturinn að koma betur út eftir náttúrulega svo síðast ári. Hann er að segja að fólk er bara hreinlega að fresta, það er bara að frjósa allt í því að fara að bóka og aðal ástæðan þegar hann er svo að fólk er ekki tilbúið að bóka vegna sem það getur ekki hætt við án þess að velda þau fjárhagslegu tjóni. Og hugmyndin sem hann er að varpa hér fram og ég sendi mitt á þig og Bjarni hér í morgun frá honum er að Ísland taki sér saman, öll ferðaþjónustan, að bjóða upp á nýja bókunarleið fyrir breska ferðamenn allavega að fólk geti bókað og afbókað og fengið fulla endurgreiðslu cirka 10 dögum fyrir brottför ef að það kæmi upp. Við vitum að Ísland er búin að setja á vegum hjá sér að það sé hægt að fara í ýmsar svona aðgerðir og fólk eigi að bóka með öryggi því að getur fengið endurgreitt. Það var bara við Kína og háaflötu lönd sem getur fengið endurgreitt en ekki ef þú ert að koma frá öðrum svæðum, þá getur fengið innegn hjá þeim, þannig að þú verður að nota það síðar. Þannig að hann er að leggja til, getur SAF og stjórnvöld farið í þetta samtali og ég veit að þetta SAF er búin að vera að reyfa og þreifa á þessu máli en hann telur að þetta getur verið mikið fréttaefni í Breitlandi að fólk getur bókað til Íslands og fengið refundable að fullu 10 dögum fyrir brottför ef það kýs svo að gera. Þannig getur við svona markera það að við séum svona að stíga tóttið fram fyrir skjöldu bara á svo stóru svæði fyrir þess að kuna okkar, frekar en að hafa vélarnar bara tómar eða enga í gistingu, enga í ferðalög. Breski markaðurinn er okkur mjög mikilvægur eins og við þekkjum öll. Þannig að þessari hugmynd allan frá Clive hér komið á framfæri til ykkar og ég vona að þetta sé eitthvað sem verði skoðað. Takk. Já, aðeins til að bregðast við þessu. Nú heyri ég reyndar Samkeppniseftirlitið sperra eyrun en við höfum
verið að skoða svona hluti, bara svo það sé sagt, og eins og þið hafið séð í fréttum að þá sóttum við undanþágu frá samkeppniseftirlitinu, frá samkeppnislögum, og ég vil bara þakka eftirlitinu fyrir að bregðast hratt og vel við þeirri beiðni. Og við höfum verið í sambandi við þau varðandi þessi svona atriði, vegna þess að við erum í rauninni, þurfum að skoða það og beiðnin gekk í rauninni út á það. Við getum miðlað upplýsingum til okkar félagsmanna og út í samfélagið það hvaða möguleikar eru í stöðunni á svona hlutum. Og ég held að ég sé örugglega innan þeirra marka ef ég bendi á það að það hafa komið til dæmis tilkynningar frá okkar systursamtökum til dæmis á Írlandi. Við höfum séð fyrirtæki í Þýskalandi fara leiðir sem að miða að því að létta neytandanum þessa kvöð og svona svipað eins og við höfum séð til dæmis eins og þú minnist á Icelandair gera hér, að stytta þar að segja þá fresti sem þar að segja að fólk geti bókað með meira confidence og hafi þá lengri tíma til afbókana, fella niður afbókunargjöld, tímabundin úrræði sem slíkt. Þetta ég vil bara segja það bara beint út, þetta allt í vopnabúri fyrirtækjana. Þetta verður náttúrulega bara hvert fyrirtæki hins vegar að ákveða svona á sínum viðskiptalegu forsendum hvað það gerir. Og það flókið fyrir okkur og í rauninni megum við ekki gefa út neina svona heildarlínu. Það hins vegar kannski eitthvað samtal við stjórnvöld sem við þurfum að eiga. Hvernig hægt að vinna eitthvað áfram með þá stöðu. En svona þetta staðan eins og hún í dag og við munum halda áfram að miðla upplýsingum það hvað í boði og hvað verið að gera annar staðar. Ég sá til dæmis núna rétt fyrir helgi að sænsku samtökin gáfu út svona það sem þeir kalla þumalfingursreglu slíkar bókanir. Ég gerir ráð fyrir að við bendum á það núna í pósti núna til félagsmanna fljótlega. Þannig að við erum að safna þessum upplýsingum, benda fólki á hvað hægt að gera. Síðan eins og staðan í dag verða fyrirtækin að taka ákvörðun það bara á sínum viðskiptalegum forsendum hvað þau vilja gera og nýta í þessu sambandi. Fleiri spurningar? Heyrðu, þá bara þökkum við Jóhannesi kærlega fyrir og það kannski aðeins hægt að nefna það að við vonumst til þess að geta haldið annan fund fljótlega og sáfundur, það væri þá meira verið að fara yfir réttindi og skyldur og annað þess háttar og að þá vonandi getum við haft Neytendastofu með okkur á þeim fundi þannig að en við auglýsum hann bara þegar að því kemur. Það verður vonandi öðru hvorum við næstu helgi og honum verður að sjálfsögðu honum varpað á netinu. Það líka hægt og þið væntanlega heyrt eða lesið það sem að ráðherra talaði að það væri í undirbúningi átak bæði á erlendum mörkuðum og síðan líka á innanlands til þess að hvetja Íslendinga til þess að ferðast innanlands og það mun líklega það mun hefjast núna fyrir páska. Þannig að menn að bregðast við. Það eru auglýsingarstofur núna að vinna í að koma með konsept fyrir herferð innanlands og það verður gert í samvinnu og samstarfi við markaðsstofurnar að sjálfsögðu. En ég vil bara þakka öllum þeim sem að voru hér með framsögu og þakka ykkur fyrir komuna og ef að það eru enn og aftur bara ef að það eru einhverja spurningar eða eitthvað varðandi þetta sendið þið þá endilega á okkur og eða SAF og við komum þeim þá á framfæri og eða finnum svör. Og eins og Íris talaði áðan að þá verið að uppfæra alltaf upplýsingarnar inn á vef landlæknis og þið fáið pósta frá okkur yfirleitt vikulega, Halldór sendir út vikulega pósta á öll ferðaþjónustu fyrirtæki sem við erum með í grunnum hjá okkur með þá nýjustu upplýsingum. En bara kæra þakk fyrir komuna og njótið dagsins.